Ég fór niður í stef og var eitthvað að þvælast niður í stefi, örugglega herja út eitthvað pening eða eitthvað. Af því að þá var bara ein kona á skrifstofunni og hún var mjög ljúf og maður gat alveg fengið fyrirfram. Það var ekki þetta batteri sem það er í dag og þá fekk ég bækling sem að var þessa söngvakeppni í Japan og af einhverju rælni tók ég það með og leti Inga hafa hann. Og Ingi hann kveikti strax og við fórum upp í útvarp, ég og Ingi, og ég tók upp þetta í 3 lög sem voru send út. Og svo var ég að móka eitthvað skurð upp í Breiðholti. Þá kom Ingi og var með bréf og þá hafði okkur verið boðið þetta. Ég hætti að móka skurðinn og fór ekkert aftur þangað og við byrjuðum að æfa þetta lag, tala við Didda Fiðlu, hann útsetti fyrir sinfóníuna og... Já, var Óli Haralds ekkert inn í þessum málum? Nei. Okay. Þetta var allt Ingi, sko. Já, við komumst inn í landið út af því að ég fekk tannpínu. Af því að Ingi hafði ekki gengið nógu vel frá vísamálum í Köpen, sem við fórum fyrst. Eitthvað klikkað þar. Það átti ekki hleypkurinn. En við sluppum inn í landið út af því að ég var með svo mikla tannpínu, ég var allar um bólgir. Og það var gefin undan það var út af því sem við komumst inn. Við vorum sem sagt, ég sé ekki í haldi en við vorum á flugvallahóteli, sko. Já, já. Inn á flugvallin. Já. Jörgen Ingi hafði ekki verið með það á hreinu. Það gleymdist eitthvað, sko. Já, bara eitthvað klefaskap. Íslendingar illa upplýstir, þú veist hvernig þetta er, sko. Og svo talar við eitthvað í sendiráðun einhvers staðar og hann segir, já, þú þarft enga vísa eða hvað og tekur það trúanlegt, sko. En þetta er besta gig sem ég nokkuð tíðan tekið, sko. Við vorum, sko, það var þvílíkur service þarna. Já, þetta var sko first class alla leiðina af hálfu Japan á, sko. Við vorum á flott hótel, skipulagið alveg 100%, dagpeningar. Engabílstjóri, þetta var bara heilmikið ævintýri, sko. Þetta var svona big time. Já, og þetta voru hann í stærstu höllinni í Tókíó. Við vorum spiluðum sko á sama stað og Beatles, Stones og allir hinnir hafa spilað og Budokan, Musteri sjálf. Hvað tekur hún? 10.000 manns. Já, þetta gekk mjög vel, sko, við tökum þetta lag sem sagt. Sko Diddi Fiðla útsetti fyrir strengjadæmið og allt það, sko. Þarna voru ABBA til dæmis. Við kynntust ABBA-mönnum og duttum í það með strákunum. Þeir stungu kettlingarnar af, það var svaka plott að losna við kettlingarnar. Þá voru þær júbíur hjá þeim, sko. Þeir hétu Björn og Benni í keppninni. Já. Og þá voru þeir sannfærðir það að þetta væri, og þeir voru bara með plan sem virkaði, að leiðin inn á markaði væri í gegnum svona söngakeppni. Árið eftir. Já, og þeir voru bara með maskínuna tilbúna. Það var eiginlega svolítið trixi hjá þeim, sko. Það var tilbúin plata, sko. Allt saman tilbúið bara. Allt tilbúið. Stikkan alveg með það á hreinu. Þetta var bara... Já, við gerðum 2 laga plötu þarna, sko. Fengum ykkur tilboð tilboð gernum New York því að eitthvað er gernum New York og það féll með á því í raun og veru að Einar vildi ekki gefa allan rétt á lögunum. Þeir vildi bara eignast á og getur sett þetta í auglýsingar eða eitthvað slíkt, sko, og þá bökkuðu þeir út. Þetta var svolítið, sko, að detta í sundur hjá okkur, þetta bara til að vera hreinskilinn, sko. Einar til dæmis vildi ekki skipta föt áður en hann fór á sviðið. Ég var ekki ánægður með það. Það voru ýmist svona mál sem svona smáatriði sem að gera það verkum að þetta er bara orðið ágætt, sko. Ýmsum ástæðum, sko. Já, ég skil það. Þú veist. En þetta hefur verið flott ævintýri. Þetta var flott ævintýri og auðvitað hefðum við átt að halda þessu áfram. Ef við hefðum haft gæja sem að hélt utan um okkur og fylgdi þessu eftir. Þá værum við ekki hérna núna. Þá værum við sem ekki hérna núna. Ég hugsa við höfðum alveg alla burði til þess að á þeim tíma, sko. Á þeim tíma, já. Þetta var mjög professional og fínt, sem sagt, sko, við fórum í alveg topp stúdíó og það voru topp hljóðfæraleikarar og þetta var mjög sérstakt. Mjög flott. Mjög flott. Annarlega á japansku, ekki? Annarlega japansku, já. Þú lærði bara japansku? Já, það sem að koma í ljós, það er ekkert erfitt að syngja japanskuna af því að þeir bera R fram eins og við og L eins og við og þannig að framburður var bara ekkert mál. Þetta var mjög flott, Jonni rúllaði þessu upp. Þetta var ekki vandamál. Það var stuttum tíma. Já, þetta bara... Japanir endurskýrðu lagið. Það átti að heita Walking the Road, en það hét þegar það kom út á plötunni When I Look at All Those Things. Já, alveg rétt, já. Alveg bara Já. Og það er eiginlega, sko, mér finnst persónulega það lag og hvernig við gerum það hápunktur í okkur. Já, ok. Mér finnst það, sko. Já. Bæði söngurinn og bara hvernig þetta kemur út.
ég hlustaði á þetta lengi. Ég man þetta var mjög formlegt allt saman. Já, þetta er mjög flott útsetning á honum. Þetta, já. Mjög flott. Já. Og hann sko, ég kom heim til hans og spilaði lagið á kassagítar og hann settist niður bara og skrifaði sko, var ekki lengi af því, allt smellpassa, alveg galdramaður kall. Walking the road in the morning, the sun is coming up. Could it be that no one feels the tender love of God? Little rain falls and the rainbow is high up in the sky. When I look at all those things, they make me wanna cry. Walking the road in the evening, the sun is going down. I'm on my way back home again. Another day is done. Somewhere inside me I'm grateful